ekki Evrópusambandið hefði það lítið sem engin áhrif á menntamál hérlendis. Ástæðan fyrir þessu að samstarf aðildarríkja ESB á sviði menntamála aðallega í gegnum svokallaða menntaáætlun ESB. En Ísland tekur nú þegar þátt í þessari áætlun og gerir það gegnum EES-samninginn og hefur gert það síðan við tókum þennan samning upp. Nú þegar hafa þúsundir Íslendinga tekið þátt í ýmiss konar verkefnum sem styrkt af þessari menntaáætlun. Það hins vegar vert að taka fram að ESB ekki með neina sameiginlega stefnu í menntamálum. Vegna þess að forræði í menntamálum og málum skóla alfarið í höndum aðildarríkjanna sjálfa. En aðildarríkin vildu hins vegar starfa saman hvað varðar að gera menntamál betri og auka samstarf milli aðildarríkjanna. Þess vegna var þessi menntaáætlun mótuð. En staðan hins vegar sú að Ísland nýtir nú þegar góðs af þessari áætlun og mun halda áfram að gera það burt séð frá mögulegri aðild Íslands að Evrópusambandinu.